arriba. Den er för nära framför. Han är med. Eller úr Rimaskóla. 701 úr Brúarárskóla. Legolas úr Láta svo heyra í sér. Koma svo. Þið tilbúin? Ok. 3, 2, 1. Lego! Kolkrakkar, hefur með það? Er þið geim? Þá teljum bara niður. 3, 2, 1, byrja! Og þjálkarnir fara af stað, fyrir þau sem við verðum að fylgjast með, þá Háaleikaskóli hægra megin en Rimaskóli vinstra megin. Býtu nú við, erum við strax náð hérna í Kolkrakkar í Rimaskóla, þannig að þegar náð í Vassíni og Maggi á meðan Háaleikaskóli, hann er að kveikja hér á tókst að snúa við kóralunum hérna á kóralrifinu sjálfu, og hann heldur aftur heim, Bjarginn hjá þeim og hvað er Bjarginn hjá Rimaskóla að gera? Þú hann takkar hérna, reynir að koma masturinn upp og meðan er Háaleikaskóli að stilla sig að. Það er 2,5 mínútur sem liður hafa til þess að leysa þrautirnar. Látum okkur á, nei, nú kemur, já, og þeir eru að náður næstu því að frelsa kolkrabbann af hverastrýtunni. Þarna stóra súlan, þetta er hverastrýta, það er neðan sér á goshver og það snýst nei, og þarna á miðjunni eins og við sjáum er slá og þetta er eiginlega eina þrautin sem er á báðum brautum og þetta snýst það að fella fánan, gula fánan á hliðinni og koma köfnatekkinu öðru megin yfir til andstæðingarna. Þá færðu við fyrir það. Nei, sko, glæsilega gert hjá Rimaskóla. Þau kveikja snúa við kóralnum. Það er nokkuð sem að hlustum. Það er alltaf. Þið sjáum við ykkur ekki til bækkingu fyrir næstu ykkur. Og hefur það verið mikið vinna hefur það að undirbúið það?
Já, frekar mikið. Bara í allt höst eða svona? Já. Og er það stór hópur sem kemur að þessu í skólanum? Við erum cirka 15, 16. Ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir fyrstu umferðina. Gerðu það gott. Já, við erum að skóla. Ekki betur það hjá okkur? Nei, víst. Þetta er ekki úr. En þeir eru festir ekki í þessu. Það fyrir að þau gerðu þetta rámt, ef þetta fór alla leið, þetta fór alla leið. Það var sem leikir að þeir gerðu þetta. Það var fyrir að Já, Ragga satt hann með að slá. Ertu við svona confident að þú varst að fara að ná þessu? Ég sé það. Þú veist. Örugglega ekki þessi. Þú varst ekki confident að ná þessu. Hvernig náðu þessu á það? Er það langt keppninu heldur? Það er alltaf þannig, við göttum svo ægilega. Ég sé ekki að þetta gákur sem... Það endar alltaf í hringnum. Við þessum fikk meiri stig á... Þannig ég þurfti að láta hann að vita að hann endar hann og svo myndi vera eitthvað að ná eitthvað hópa. Hello. Hello, my name is Ash, Ég heiti Hallmundur. and we're going to be talking about Coral. The coral that lies heavy on the earth. How did I get the idea was by just looking at the coral on the painting, like the little Lego pieces. It was, just one of the Lego coral pieces, and I was like, machine. And then it became this little plastic coral thing, which looks like pulling in the field. Because of the music, water. Krakka, getið þið slögt á tónlistinni, þannig að byrjum það. Þannig það eru litlar holur á korunum sem tekur inn mikroplast í sjónum. Það fer gegnum, þessi kuppur er bara að sýna hvar botninn á sjónum er. Þannig það á að vera svona liggjandi á botninum. Og mikroplastið og vatnið og mikroplastið fer allt í gegnum þessa túbu. Fer í gegnum þessari minni túbu í svona aðalbyggingu sem plastið og vatnið er sortrað og plastið er endurvinnt eða brennt eða bara það sem það þarf að gera með það. Og vatnið maður gætir annað setta í vatn, maður getur sortrað vatnið og drukkið það, eða maður getur bara setta aftur í sjóinn. Það er ekki mikið vatn því holurnar eru svo litlar, en Thanks to the scientists which came to see us, one of them weren't there. The cool scientists that we got to meet and see the idea. And yeah. Ég byrjaði Ég byrjaði fyrst með þennan hlut sem átti að soga inn ekki bara mikroplast en líka svona stærri hluti. En eitt af vísindamönnum sem við hittum talaði hvernig flest plast sem er svona stórt
venjulega situr á toppunum á sjónum, en mikroplast það sem mest neðst. Þannig ég tók það til hjarta og ég bjó til þennan hlut hérna. Einhverjar spurningar? Úr hverju væri þá þetta þegar við setjum það í Þetta? Já. Ég myndi gíska svona pínu svo platplöntu sem að kaupir út í búð, eitthvað sem nógu sterkt til að geta haldið við, en ennþá nógu mjúkt og gott til að geta verið notað með fiska. And something that's safe for the fish to like go around or be around at all times. Like the holes are so small that it won't like hurt them, and it won't like do any like severe damage to the fish or anything that like gets too near it. Kórallinn hérna líka, af því að einn af vísindamönnum talaði hvernig kórallar eru mjög margir, mjög mismunandi og þeir eru mismunandi út all heiminn. Maður getur takið hérna smá partur hérna fyrir ofan sjóinn. Maður getur eiginlega bara poppað þetta af því að allar hólurnar koma hérna inn í. Þannig að maður getur bara poppað þetta af og sett eitthvað nýtt ef maður að reyna að vera eins og allir hinir kórallar. Og önnur dýr og kórall geta vaxað við hliðina til dæmis. Það líka, af því að þeir eru svo margar litlar hólur, mikið geti stíplað fyrir þeim og svona farið yfir það. Þannig það með svona lítinn sensora eða eitthvað til að athuga hvort að vatni að sogast inn rétt, og ef það ekki, þá mun það senda signal til bygginguna sem að sorta þetta og einhver mun koma niður og kannski kafbáta eitthvað og bara kíkja á þetta og láta það allt vera fínt. Hvað þetta stórt? It's like the average coral like around the sea, like maybe 30 centimeters. like 30 to like 40 centimeters. Það líka eins og hvað þú ert að nota hérna, sumar eru mjög litlir, aðeins miklu stærri. So it just depends on the area it is in, like, if there's not so many coral, maybe it's like a big one. If it's like a very cool habited place, or like not like a place with many microplastics, just like a small one. It's like depends on the topper, Exactly. How is the situation around Iceland with microplastic? Well, we didn't research the statistics on Ég rannsökum ekki hversu mikið plast væri í kringum Ísland sérstaklega, en við vitum samt að mikroplastin borðað frá fiskum og mannfólk borðað oft fiska og það getur farið í okkur og við vitum ekki alveg hvað það gerir, en held ég að við höfum séð að koma í blóðið. Við vitum ekki alveg hvað mikroplasti gerir, en það getur ekki, við vitum ekki alveg hvað plastum myndi gera. Það getur ekki verið það gott. Yeah, and it could end like a few fish's lives from just how many they eat like a day. Exactly. Yeah. So it's just to like lower the odds. Yeah, no. Like I know it might not like get rid of the problem like 1, 2, 3 and go, but it would lower the odds of it getting bad. Exactly. But this is becoming a huge problem. Are there any other solutions to take out the microplastic in the ocean? There could be other solutions. Like maybe like another type of filter instead of like one which is out in the open. Maybe like another one which is like somewhere where it's like big like habitants of like microplastics or like little plastics around. Þú getur haft kannski skip með mannfólki yfirborða og undir með net eitthvað til að reyna að ná einhver plasti. En ekki neitt núna til? Akkurat núna þetta og þetta eru einu alvöru hlutinu sem svona. Nei, ég tala semst bara núna í heiminum. Já. Til einhver svona sem að síga makroplasti, þeir eru allir bara að taka plast. Já. Not that we know of. Ekki það sem ég veit. Ég myndi ekki vera það hissa ef einhver hafði komið með svona hugmynd, en eins og við vitum þá ekki það mikið. Þið eru mörg saman í liði. Stundum getur verið smá erfitt
að vinna saman svona mörg í einu. Voru einhverja fleiri hugmyndir sem þið voru fyrst að vinna í? Hvernig komist þið sameiginlega að þessari niðurstöðu að vinna í þessu? Já, mjög. This was like the first idea. Like as soon as I joined the group, it was just the first idea would pop to mind, and that's when it just went on from there. En það góð spurning af því að ástæðan af hverju með 2 svona því að við byrjum fyrst með að gera 2 mismunandi hlutir sem soga inn mikroplast. Þetta fyllt inn í hlutum sjálfum. Þetta taka vatnið hérna, þetta dálítið komplex, en eftir að, eins og ég sagði, eftir að vísindamenn kom og sagði okkur að mest af stóru plastunum eru einn á toppnum, þá gerðum við nýtt fyrir bara mikroplast. Þá held ég að sé bara að komið frá mér. Flott, skemmtileg hugmynd og nýstaleg og frumleg. Bara hlakka til að sjá hana verða veruleika eftir nokkur ár. En það er ekki bara næsta skrif? Jú, Við þurfum eitthvað svona. Þetta bara að vera erfiðasti parturinn að geta soga inn. Geta notað capillary action eitthvað. Lest það, ég veit það. Well, that's a future problem for you guys. Það eru bara takk alveg kærlega fyrir. Já, takk kærlega fyrir okkur. Það gangur bara áfram vel í dag. Þarna ætlaði Bjartur að leysa nokkra þrautir í einu. Ekki alveg, þetta er allt svona næstum því. Hann er fastur, þannig að þá þarf að taka hann aftur inn á vafnið. Þá er kýrt einnig svona fólk við peningur í fjölaður. Nú færa þau krakkan yfir á hitt heimasvæðið. Þá á að reyna með alla þraut. Allt snýst þetta að stilla Bjartan nákvæmlega á réttum stað. Hann var forriðað þessi kvartastofan leið hann þraut. Hér sjáum við til dæmis fara og grípa kálgrafa. Þetta var stórkostlega gert. Og hvað ætlaði að gera það? Og þau ætla að skilja hérna eftir. Eða hvað neitt þetta? Já, þetta fánan hérna á miðjuborðinu. Texta. Jú, þau texta og íta köfunagræni. Það köfunagræni yfir á hitt borðið fyrir þetta. Fáðu tölvöld að stigum. Hálfkrafturinn síðan komið við að bara reyða hann inn á miðjuborðinu. Mínúta eftir. Háskólaskóli hefur átekið þetta áður? Vitið þið það? Já, ég tekið þetta á fjórum sinnum áður, 2019 Þið eru þetta til að okkur ákveðu fyrir þetta þátt? Hvernig fréttið það? Bara í gegnum vali í skólanum. Þetta er bara skemmtilegt að keppa áður og fyrir stundum og finnst það skemmtilegt. Það forrita. Eru þið að forrita eitthvað út á þessari keppni? Nei, það var líka það var að setja mig forritum í tölvur og svoleiðis, en við erum með alveg smá reynslu og virðist. En einhverja smá reynslu og líka sem kveikir á það. Heldur betur glæst með því okkur Háskólaskóli til hamingjum. Gangi ykkur áfram vel. Hér eru komnir krakkar.
Það er svo ruglingslega. Ok, ég ætla að taka F. Ok. Við mikið yfir þessar 2 vikur, það er bara þessar 2 vikur, eins og við erum búin mjög mikið fram eftir að vera að forrita og já, og síðan bara í Hönnun við Robots, þá byrjum við bara, þá vorum við ekkert sérlega mikið fram eftir. En hvernig hefur ykkur gengið í öðrum verkefnum í keppninni? Mjög vel. Nýsköpunarverkefni okkar mér finnst að það gekk rosa vel og líka. Hvað er nýsköpunarverkefnið? Þetta er kóra sem við sjúum inn vatn með mikroplastik inni og við getum filtera hann og... Til að hreinsa örplast úr sjónum? Já, bara vatninu og þá getum við endurnýtt plastið og búin að hreinsa því úr vatn. Frábær hugmynd og til það gott dæmi hvernig nýsköpun, þá nýsköpunarhugsun sem svona keyrir áfram þessa keppni. Glæsilegt Háleikuskóli til hamingju með þetta og gangi ykkur áfram vel. Takk fyrir þig. Frábært. Já, maður reyna að flytja út í hérna myndina. Það
þannig að tilbaka til Go down in the middle. Put the lid on much taller, but I'm listening. Yes. Yes. Aðeins herra. This side. Ég farið þér aftur, nei, en já, ok, en það nú á næsta þegar. This is getting ridiculous. Nú verður þú sérðu að þú sérst ekki, en þá, hörru, komið að slæð, ekki maður. Ok, röð nr. 2 þarf að lækka sig. Það er alveg bara hérna, farið niður. Þessi er hérna, lækki ykkur. Það er hérna, þið með ekki lækki ykkur. Já, ég. Nei, veitu. Já, veitum, það er bara komið þessu. Já, verðurinn, já. Við ætlum að byrja á að veita jafningaverðin. Þið voru öll búin að setja í neongrænna kassana, var ekki? Þetta er nýverðun í keppninni í ár. Liðið voru hvött til að hafa samskipti sín á milli yfir daginn.
kynnast hvert öðru, læra af og styðja hvert annað. Öll lið fengu einu til að tilnefna annað lið til jafningjaverðlaunanna. Það lið sem hlýtur jafningjaverðlaunin er það lið sem þykir hafa sýnt hvað mesta vinnusemi og liðsanda. Farið eftir först grunngildunum í einu og öllu og sýnda sér háttvísi og fagmennsku í gegnum daginn. Og hér verða veitt jafningjaverðlaun. Ætlaðir þú að tilkynna þau? Vá, nú þurfum við að smá framstöðu í staðinn. Það er magnað. Jæja, liðið sem hlýtur jafningjaverðlaunin sem var í fyrsta sinni. Fyrsta sinni sem keppni, það er Háaleik og Skóli! Hvað sæti? Hæ? Varstu ekki að hlusta? Er þetta sæti? Og það er Bjarki Tómasson sem er að aðra þessi verðlaun. Mjög mikilvæg verðlaun. Og nú verður það rosa breytt því að það er verið að taka mynd af ykkur. Myndavélin hér, ef við myndum snúa hérna að Kristi ljósmyndana, segja halló, hérna er ljósmyndari. Þetta er svona, hver er skemmtilegastur verðlaun? Nei, ég sagði þetta ekki. Næst er komið að veita verðlaun í vélarnar.